Þetta kom fiskur af himni, ljóðabók, hvernig bók þetta? Þetta svona framhald af bókinni sem ég gáði í fyrra og ég svona bara yrki svolítið hversdagslífið og þessi ljóð sem eru þarna sem bara koma til manns á hverjum degi eða stundum með 3 daga millibili. Ég líki þessu við fiska sem dettur af himnum. Allt í einu maður bara með þetta í hendunum og þarf að flaka þetta og reynir að koma þessu svona fyrir í bók. Það má segja þú sérst að fórst við hið opna ljóðform. Já, ég bara ákvað það að breyta alveg kúrs og fyrir vikið þá kannski flýtur meira frá manni, sko. Kemur meira. Það því að þetta einhvern veginn svona viðráðanlegra, kannski. Þetta í dagbókarformi hjá þér. Já, ég sem dagsett þessa ljóðabók frá 3. nóvember 2014 til 3. nóvember 2015 og hef enga titla á ljóðunum, heldur bara dagsetningar. Og bara svona, og setja þetta svolítið upp í dagbókarform til að sýna hvernig lífið svolítið svona, þú veist aldrei hver dagur ber í skauti sér og suma daga kemur bara eitt lítið stutt ljóð en aðra daga lendir maður í hlutum sem eru svolítið erfiðir og kalla á lengri ljóð og já, þetta er svona til að fanga hana hversdagsleika. Seinni hluti bókarinnar fjallar erfiða reynslu sem fjölskyldaðin gekk í gegnum. Já, við lendum þarna í svona dansi miklum hremmingum þarna haustið 2015 og þá teiknaðist þetta upp þannig að það var smá söguþráður í gegnum þessa bók og seinni hlutin þetta áfall þarna þegar við dóttir mín lendir því að fæða andvana barn og barnabarnið kemur dáið í heiminn og þá viðbrögð mín voru að yrkja ljóð og það nú þannig með skáldina að ef þau lendi í áföllum þá þau eru svolítið skilyrt að ef maður lendir í áfalli þá bara kemur ljóð, sko. Þú ætlar að lesa fyrir okkur eitt af þessum kvæðum? Já, ég gríp hérna niður í eitt af lengri ljóðunum í bókinni sem gerist þarna á fæðingardeildinni. Þið megi koma inn núna, segir rauðbirkin kona á hvítum klossum en skurðgrænni blússu og við göngum fylltu liði, hönd í hönd eftir ganginum, líkfylgd á fæðingardeild. Faðirinn bíður okkar á ganginum, yfirvegaður af sorg, með augu sem hafa séð það sem enginn á að sjá, það sem ekki verður sagt. Hann vísar okkur inn til konu sinnar og dóttur, sem liggur grafkyrr í kæli vöggu, eilítið gráleit á hvítri samfellu, heimt úr hafi, volkuð og blettuð og varaleituð svört af óvinni lífsins fyrir þessa athöfn, en samt sem áður svo engil fríð og engil smjúk með nefið móður sinnar og munnin föður síns, en augun aftur út af fyrir sig, sín eigin augu, sem sáu svo margt á ferðum sínum en liggja nú lukt í þessu skínandi skæra ljósi frá perunni hér í loftinu og örlítið pirruð á svipinn af því hún ekki alveg ánægð með þetta. Nei, hún greinilega ekkert sérstaklega ánægð með þetta. Foreldrarnir ungu segja hvað hún heitir og nafnið kemur eins og eldhnífur í sárið. Við lippumst aftur niður, rétt náum að grípa næsta háls svo við hröpum ekki aftur niður í blátt fljótandi plast. Hér gerist allt í einu, fæðing, skírn og útför. En ég leyfi mér að trufla það athafna flóð með orðinu afsakið, rétt upp hönd og gríp hér inn í, næ, með öllu mínu afli, með öllu mínu ímyndunarafli að varna þessum lyftudyrum lífsins að lokast. Og ég sé inn í lyftuna, ég sé hana blása á kerti, ég sé hana skora mark, ég sé hana hlæja á djamminu, ég sé hana í flugvél, ég sé hana rísa úr sæti og fara á klóið í flugvél. Hún háfætt og þarf ögn að beygja höfuðið þegar hún hverfur inn á snyrtinguna. Ég sé hana kom út á pall með grænmeti á teini sem á eftir að grilla og ég heyri hana segja hún ætla að flytja til Afríku, að hún þurfi að flytja til Afríku. Hún víst fyrsti Íslendingurinn sem lærir afarísku sem töluð í Eþíópíu, Eritreu og Djibúti. Hún segist finna sig þar. Hún sem fær ekki.
Hún sem fékk ekki, hún sem ekki. Fyrst verður fyrir, ég er nú búin að merkja hérna eitthvað sem ég ætlaði að skoða nánar hjá Hallgrími Helgasyni, þetta er í bókinni Fiskur af himni, 03.11.2014 til 03.11.2015. Þetta er ár í lífi Hallgríms Helgasonar, Fiskur af himni. Ljóðabók, hann var með ljóðabók í fyrra líka, þá var hann á yrkja hundinn sinn. Já, hérna það kannski meira börnin. Þetta er eitt ár, það er verið 2 ár frá því að síðasta ljóðið var ort og þú ert með miða og ég er með svolítið margar upp og brotnar blaðsíður af því það er ýmislegt í þessari ljóðabók sem er gaman að garfa í og fara svolítið dýpra ofan í. Það er náttúrulega líka töluvert mikið bara svona af hversdeginum þar sem hann er svona að leita að því ljóðræna og fallega í honum, í snjónum og syfjuðu barni í bíl og svona. Ég meina þegar Jóhann Hjálmarsson kallaði þetta opna ljóðið þegar hann var að yrkja svona hér í gamla daga. En hann er svolítið bara að tala við mann, svona óþvingað. Og hann er mjög svona góður ljóðmælandi. Hann er það virkilega og Hallgrímur er náttúrulega eins og við vitum bara svo frábær orðasmiður sko og það koma þarna svona, hann hendir í okkur orðum sem maður fær mann til að hugsa. Mér finnst hann bestur í svona þess lengri ljóðunum. Og þar kemur sko þemað í rauninni í bókinni fram að því á þessu ári sem sagt er Hallgrímur að verða afi, svo missir dóttir hans barn, verður afturþunguð og í lok bókarinnar er svona það sem ég fann sterkasti hlutin bara því hann er svo ofboðslega áhrifamikill er svona uppgjör hans og fjölskyldunar við það að barnið sem það deyr í móðurkviði. Og það las ég, gerði þau hrapalegu mistök að lesa þann kafla á veitingastað í Reykjavíkur þar sem ég síðan sat og grét ofan í matinn minn af því hann er virkilega fallegur. Hann er að segja þessa sögu þarna. En bókin gengur samt ekkert öll út á þetta. Þetta eru svona lýsingar á hversdeginum og náttúrunni og samskiptum við börnin og hundinn. Hann er nú aldeilis ekki fjarverandi þessi hundur. Stundum erum við í Hrísey, stundum erum við í Reykjavík. Og hann er að keyra á æfingu, börn á æfingu og svona, það er ýmislegt svona bara mjög hversdags. Hann fyrir IKEA og það er alls konar hversdagur í þessu. Ég segi nú að mér finnst ég er ekki alveg jafn trúaður á hið ljóðræna í hversdeginum skilir sér í gegnum alveg svona einfaldar lýsingar og Hallgrímur er. Af því að mér finnst meira gaman þegar orðhákurinn og myndasmiðurinn Hallgrímur er í aðeins meira stuði. En þessi svona hófsemd í beitingu stílbragða, hún náttúrulega kemur sko rosalega sterk inn í þessum áhrifaríka lokakafla. Þar sem að bara við komumst bara einhvern veginn svo nálægt tilfinningunum, bæði vegna þess að þeim er lýst svo hlutlegt, svo skýrt og einstaka sinnum reynt að koma sorginni og örvæntingunni í einhvers konar ljóðmyndir. Og einhverstað beitir hann sko orðinu og ljóðinu gaggjart bara til þess að gefa þessari látnu stúlku líf. Þú veist, hann manar fram einhvern veginn lífið sem hún hefði átt og það bara slær mann einhvern veginn alveg. Ég var nú setti punktin við hérna 06.11.14 listin er ekki í roki. Hugmyndir festast í línur með nokkrum velvöldum orðum samrýndum og hælaðar niður á 4 vegu með þeim alla beittustu. Þau hin þyngstu aðeins notu til að berja þá hæla í jörð en síðan fleygt. Aðeins það allra nauðsynlegasta fær að blakta, hitt fíkur burt. Eins og Tildur hefur alltaf gert í þessu landi mela og varða. Slíkur er íslenski skólinn. Mér finnst þetta er dálítið gott. Það er bókarettar sem vil það sko. Og það er næstum því eins og hann sé þarna að senda sjálfum sér áminningu. Það er nú ekki eins og hann hefur alltaf verið spara á stóriðum. Þú ert nú að tala um óþel og þýðingu Hallgríms áður, þú ert nú svo mikið Shakespeare-maður þar sem hann hefði verið að laumast til að skreita skáldið. Já, og bara komst vel frá því. Og komst vel frá því.